Komiði sæl þið sem að heima sitjið. Ég vona að þið hafið það huggulegt og ágætt heima hjá ykkur eða hvar sem þið eruð. Ég heiti Kristný Rós og ég að vinna í Hallgrímskirkju. Hefur þú komið í Hallgrímskirkju? Eins og þið vitið þá hafa margir hlutir breyst hjá okkur út af kórónuveirunni. Eins og til dæmis þá ekki sunnudagaskóli á sunnudögum hjá okkur. En mér langar að gera eitthvað með ykkur í staðinn, í gegnum tæknina, í tölvunni eða símanum. En þótt að starfi í kirkjunni sé ekki venjulegt núna og ekki í gangi, þá samt hægt að koma í kirkjuna og þið eru svo sannarlega velkomin í kirkjuna. Það hægt að koma í kirkjuna til þess að skoða hana og það hægt að skoða hlutina inn í kirkjunni og svo náttúrulega líka hægt að fara í turnin. Og turnin hvorki meira né minna en 73 metrar á hæð. Mjög gaman að fara upp í turn. En ég get ímyndað mér það að þið hafið fundið upp á mörgu að gera þessa dagana. Allavega hef ég fundið upp á fullt af hlutum til þess að gera með börnunum mínum. Til dæmis erum við mikið að föndra og við ætlum einmitt að gera það saman á eftir, krakkar. En áður en við hefjum föndrið og lestur, þá ætlum við að signa okkur og fara saman með bæn. Og við ætlum að gera kross á okkur, teikna okkur kross og við setjum puttan á ennið og segjum saman í nafni Guðs Föðurs og Sonar og heilags anda, amen. Förum saman með bænina, nú ég klæddur og komin á ról. Nú ég klædd og komin á ról, Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gefst þú mér að ganga í dag, svo líkið þér. Amen. En krakkar, ef ykkur dettur ykkur fleiri í hug sem ættir að gera heima, þá megið endilega senda mér vídeo af því í athugasemdir hér að neðan. En nú ætla ég að leggja fyrir ykkur létta gátu, krakkar, og koma með vísbendingar. Fyrsta vísbending svona, hljómar svona. Í kirkjunni eru margar bækur, en ein bók alveg sérstök og hún segir okkur frá Jesú og Guði. Ok, önnur vísbending. Þessi bók til á mörgum heimilum. Það alveg ofboðslega margar blaðsíður í henni og blaðsíðurnar eru svo þunnar og stafinir eru svo litlir. Ok, hvaða bók þetta? Þriðja vísbending. Inn í þessari bók í rauninni margar minni bækur. Hvaða bók þetta, krakkar? Já, auðvitað þetta Biblían. Hér höfum við Biblíuna. Þetta venjulega Biblían okkar og fullorðna fólkið les í henni. En svo ég hér með barnabiblíu sem fyrir börn og ég ætla að lesa eina sögu fyrir okkur úr henni. Guð gaf okkur Biblíuna til þess að við getum fræðst Guð og ríki hans. Og Jesús, hann þykir vænt okkur og hann þráir að við þekkjum hann betur. Og ég sagði ykkur áðan að í Biblíunni væri raunar margar bækur. En Biblían skiptist líka svo í 2 hluta. Annar hlutin heitir Gamla testamentið og hinn hlutin heitir Nýja testamentið. Gamla testamentið segir okkur frá því sem gerðist áður en Jesús fæddist, en Nýja testamentið segir okkur frá því sem gerðist eftir að Jesús fæddist. Og meira segja líka frá því sem gerðist eftir að hann dó og eitt mjög mikilvægt, reis upp frá dauðum. Í einum stað í Gamla testamentinu bók sem heitir Spádómsbók Jesaja. Hún var skrifuð nokkru 100 árum áður en Jesús fæddist. Það sem merkilegt við þessa bók að þótt að Jesús var ekki fæddur, þar sagt ýmislegt hann. Þar sagt að hann muni fæðast og færa fólki mikið ljós og gleði. Það meira segja sagt frá því að hann muni fæðast í Betlehem. Svona merkileg Biblían. Hér sjáum við mynd af Jesú baðaði ljósi og hann stundum kallaður ljós heimsins. Það ótrúlega dýrmætt að eiga fjölskyldu og góða vini. Þið ekki sammála því, krakkar? Jesús átti góða fjölskyldu í bænum Nasaret. Mamma hans hét María og pabbi hans hét Jósef. Og hann átti líka systkini. Til að sýna ykkur mynd. Hér sjáum við Jesú nýfæddan og með mömmu sinni og pappa sínum.
En þegar Jesús var orðinn fullorðinn maður, þá fór hann frá Nasaret og lagði af stað í ferðalag til þess að segja fólki frá Guði og til að minna það á að elska hvert annað. Jesús vissi nefnilega að kraftur kærleikans er mesti og sterkasti kraftur sem til er. En Jesús þurfti hjálp við að segja frá Guði og kærleikunum. Hann ákvað að velja sér vini til að fara með sér í þetta ferðalag. Jesús og vinir hans urðu eins og stór fjölskylda. Fyrstu vinina hitti Jesús við vatn sem heitir Galileuvatn. Þetta voru sjómennirnir Pétur og Andrés. Þegar Jesús sá þá, kallaði hann til þeirra og sagði: Komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur veiða menn. Veiða menn? Hvað ætli Jesús að veila meina með því? Jesús var að biðja þá að hætta að veiða fisk og koma með sér að segja fólki frá Guði. Þeir áttu auðvitað ekki að veiða fólk, nei, heldur að segja öðrum frá kærleika Guðs, svo að allir gætu orðið börn Guðs. Og þannig yrði heimurinn ein stór fjölskylda. Og hér sjáum við mynd af Jesú og lærisveinum hans við Galileuvatn. Hér sjáum við Jesú. Hér er Jesú og hér er hann að velja lærisveinana og hér er þeirra að veiða fisk út í bát og þeir ákveða að fylgja Jesú og hjálpa honum að veiða menn eða að segja frá Guði. Jesús hann átti eftir að eignast marga góða vini og lærisveina, bæði konur, karla og börn. Allir vinir Jesú fundu að það var spennandi að ferðast með honum. Það sem Jesús ætlaði að gera fyrir heiminn var svo merkilegt að þau sem hann bað að fylgja sér, þau fundu það hreinlega og vissu að þau gæti ekki gert neitt merkilegra lífinu en að hjálpa honum. Þannig voru Jesús og vinir hans eins og ein stór fjölskylda sem fórum og bauð öllum þeim sem vildu að vera með í fjölskyldunni. Og þessa fjölskyldu köllum við kirkju. Jæja krakkar, nú ætlum við að föndra. Og sagan sem ég var að segja ykkur áðan, það var einmitt ég var að segja ykkur frá fiskimönnum sem voru að veiða fisk og við ætlum að gera fisk. Þannig að nú þurfum við að fylgjast með og muni krakkar, þið getið alltaf sett á pásu ef þið þurfum nefnilega bara að tína til hluti eða bara stoppa þegar ég er að gera eitthvað undan ykkur, bara setja á pásu og haldið áfram og svo getið ítt aftur á play. En nú skulum við fara yfir það sem þurfum við að hafa fyrir fiskin okkar. Ég átti svona pappír, en það má taka marga liti, en það má líka bara vera venjulegur pappír, taka nokkra liti saman og svo vantar ykkur liti, það með að vera bara hvernig liti sem er og bam bara bam, glimmer og ég var svo heppin, ég átti alveg fullt af glimmeri en bara það sem eigið af glimmeri. Svo er það lím, þurfum að vera með lím og ef þið eigið límbyssur á heimilinu þá má nota það líka en ef ekki þá er það bara venjulegt lím. Svo er það svolítið skemmtilegt þetta sem við erum með ofan í skálinni sem við ætlum að setja inn í fiskinn. Það má vera alls konar perlur eða steinar. Þannig ég er með svona 4 útgáfur af perlum og steinum og svo er ég með svona gimsteina líka, svona fallega steina. Og ef þið eigið svona augu heima, þá ætlum við að nota það líka, en annars er líka bara hægt að teikna augu á flöskuna. Já, svo náttúrulega þurfum við að finna tóma flösku. Ok, þá bara byrjum við og við byrjum á því að við ætlum að klippa, já, og skæri, eitthvað vantar skæri. Svona, ok, opnum flöskuna og setjum þetta inn í flöskuna. Ok, þá ætlum við að bæta glimmerinu ofan í. Það er svolítið skemmtilegt að leika sem er glimmer. Ok, ætlum við svona.
fjólublátt glimmer. Gullglimmer. Glimmer. Glimmer. Og silfur. Ok, nú lokum við af því við verðum að fá að hrista þetta áður en við setjum steinana. Ég er bara svo spennt að fara að hrista. Ok, eruð þið búin að loka? Og eruð þið tilbúin að hrista? Sjá allt glimmerið. Vá. Þetta er geggjað. Ok, æðislegt. Þá höldum við áfram að setja inn í fiskinn. Opnum hann. Og setjum steinana inn í. Það getur verið svolítið gæti dottið til hliðar, það er allt í lagi. Ok, og lokum aftur og hristum. Þetta líka verið ágætt hrista bara. Ok, þetta lítur vel út hjá okkur. Og það er eitt annað sem við ætlum að setja inn í fiskinn líka. Það er texti. Það er texti úr biblíunni sem ég var að segja áðan. Ég sagði, komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur veiða menn. Þetta er líka að setja það inn í. Þetta er nefnilega í Matteusarguðspjalli sem er ein af bókunum, 4. kafla 19. vers. En við ætlum að klippa niður orðin og setja inn í. Þannig að við klippum. Og ef þið eigið biblíu heima, þá getið þið leita þetta upp í biblíunni, í Matteusarguðspjalli, 4. kafla 19. versi. Þá getið þið og skrifa það niður. Ok, þá klippum við þetta. Ok, opnum fiskinn okkar og setjum textan inn í. Frábært. Þá er allt komið inn í fiskinn sem á að vera inn í fiskunum. Ok, þá þurfum við að fara að gera það sem er utan á fiskunum. Og við ætlum að gera uggan. Þá þurfum við að vera með blað og lit og teikna uggan. Og svo þurfum við að gera sporðinn líka. Þið getið teiknað sporðinn alveg eins og þið viljið. Þið getið skreytt hann í öllum litum, bara hvernig sem þið viljið, krakkar. Ok. Þá klippum við það út. Ég gleymdi ekki að einn annan. Ok, krakkar, þá kemur að líminu. Og við þurfum að brjóta svona upp á og hér fer límið. Setjum hér. Svona. Og brjótum upp á. Uggan.
Jæja, þá er hann eiginlega alveg að vera tilbúinn. Hvað er það sem er eftir, krakkar? Augun auðvitað, svo hann sjái nú hvert hann er að synda. Ok, þá ætla ég er með svona límaugu, en eins og ég sagði þið getið líka teiknað. Svona, hér. Svona. Og nú er fiskurinn okkar tilbúinn. Og þið megið endilega setja, krakkar, mynd af ykkar listaverki í athugasemdir hér að neðan og sýna okkur ykkar listaverk. En ég vona að þið haft gaman af þessu og takk fyrir í dag. Sjáumst seinna. Bless, bless.